Komið sælir, kæru áhorfendur og hugsanlegir kandidatar við nám í Háskóla Íslands. Ársæll heiti ég Valfells og lektor við viðskiptadeild Háskóla Íslands og hér að kynna tvær línur í fjarvist umsjónarmanns sem Einar Guðbjörnsson. Hann í rannsóknarleyfi og ég tímabundið með stjórn yfir þessum tveim línum. Annars vegar það svokölluð meistaragráða í MAC eða Master of Accounting and Audit sem stöðluð reikningsskilagráða og svo það hins vegar meistaragráða í skattarétti og reikningsskilum. Hér munum við fara stuttlega yfir viðfangsefni námsins, samsetningu námsins, inntöku skilyrði og stutt síðan umfjöllun fyrirkomulag lokaverkefnis og dæmi lokaverkefni og þau tækifæri sem að námi loknu. Markmið með náminu að auka þekkingu og færni nemenda á sviði reikningsskila og endurskoðunar. Námið hentar mjög vel þeim einstaklingum sem hafa hug á því að vinna við fjármál, reikningshald, reikningsskil og eða endurskoðun í fyrirtækjum eða stofnunum þar sem sérþekking á sviði reikningsskila skilyrði fyrir starfi. Það eru tvær námsleiðir í boði í MAC-náminu, 90 einingar og 120 einingar, sem nemendur geta valið Báðar byggja á 4 missera námi og báðum leiðum taka nemendur 15 sömu skyldunámskeiðin. Hvert þeirra 6 einingar. 90 eininganámið ekki lánshæft hjá LÍN, það ber að taka það fram. Þeir sem taka 120 eininganám skrifa að auki 30 eininga lokaritgerð. Inntökuskilyrði námsins og forkröfur, það eru hefðbundnar reglur Háskóla Íslands. Reglan að umsækjendur hafi fyrstu einkunn til að fá inngöngu sem jafngildir 7,25 og forkröfur í námið eru BS-próf í viðskiptafræði með áherslu á reikningshald, skattskil, lögfræði og fjármál. Þeir sem hafa hins vegar BS-próf í viðskiptafræði án slíkra sérhæfingar eða annað sambærilegt geta sótt að hefja undirbúningsnám á BS-stigi til þess að uppfylla þessa forkröfur. Og svo hér á glærunni yfirlit yfir þau fög sem gerð að forkröfu og hvet ykkur til að skoða það nánar síðar. Varðandi lokaverkefni og þær ritgerðir sem skrifaðar á 120 eininganámsleiðinni, þá það þannig að nemandinn hann ákveður efni og svo oftar en ekki reynt að finna viðeigandi sérfræðing til þess að vera leiðbeinandi við það rannsóknarverkefni. Og efnisvalið skal vera innan reikningsskil og endurskoðunar og nánari upplýsingar að finna það á vefsíðu meistaranámsins. Hér eru nokkrir titlar úr lokaverkefnum, það annars vegar endurskoðun og væntingarbilið, gangur mat og framkvæmd. Síðan oft mikið fjallað endurskoðunarstaðlana, IFRS 16, EAS 40, samspil og mat. Og svo má nefna það núna breytingar á nýjum reikningsskilastaðli, IFRS 16, að nemendur hafa verið að rannsaka það og meta. Atvinnumöguleikar eru fjölbreyttir að námi loknu. Námi miðar að því að búa nemendur undir að sinna krefjandi flóknum störfum innan sviði reikningsskila og endurskoðunar, en krafan slíka menntun hefur aukist mikið á fyrirtækjum, meðal annars þau sem hafa skráð hlutabréf eða skuldabréf á verðbréfamarkaði. Einnig má nefna að þekking á reikningsskilum nýtist vel við sjálfsögðu endurskoðun, áætlanadeild, átustýring, greiningadeildir og verðmat og verðbréfum hvers konar. Varðandi tengsl námsins við löggildingu og endurskoðendur þá það að meistaranámið í reikningsskilum og endurskoðun bæði 90 og 100 eininga námsleiðarnar ásamt tiltekinni starfsreynslu veitir rétt til þess að þreyta próf til löggildingu endurskoðunar en það próf í umsjón endurskoðendaráðs. Ef þið hafið einhverjar frekari spurningar þá hvet ég ykkur til að hafa samband við þau tölvupóstföng sem eru hér á þessari glæru, það ég, Ársæll Valfells, ava@hv.is eða Einar Guðbjörnsson
sem með tölvupóstfangi eg@hi.is. Nemendur þjónusta og getur einnig svarað helst spurningum. Varðandi skattarétt og reikningsskil þá það þverfaglegt nám tveggja deilda, lagadeild og viðskiptafræðideildar. Hoppa yfir þessa glæru og námið í skattarétti og reikningsskilum þverfaglegt og miðar að því að veita fræðilega sérmenntun á sviðum með snerta skattamál og reikningsskil. Með þessu þverfaglega samstarfi verið að mæta þörfum atvinnulífsins og samtvinna þessi tvö fagsvið. Skipulag námsins með þeim hætti að boðið upp á námskeið í íslenskum og alþjóðlegum skattarétti, félagarétti, reikningshaldi, stjórnsýslu, endurskoðun, samstæðureikningsskilum, endurskoðun, ársreikningagerð og greiningu ársreikninga. Og þar einnig hægt að velja annarkvort 90 eininga eða 120 eininga nám. Og ríkt og áður að þá meistaranám til 120 eininga lánshæft samkvæmt reglum LÍN. Til inntökuskilyrðin eru þau að umsækjandi þarf að hafa lokið BA-prófi frá lagadeild Háskóla Íslands, BS eða BA-prófi eða BS-BA-prófi frá viðskiptafræðideild eða hagfræðideild eða öðru háskólanámi sem metið jafngilt fyrsta háskólaprófi í sambærilegum greinum. Og almennt, líkt og reglur háskólans kveða upp á, krafist fyrstu einkunnar úr háskólaprófi til að fá inngöngu inn í meistaranámið. Varðandi lokaverkefnin og þá geta nemendur annarkvort útskrifast frá lagadeild eða viðskiptafræðideild og fer eftir því í hvorri deildinni meistararitgerðin skrifuð. Ef leiðbeinandi kemur frá lagadeild þá útskrifast nemandinn frá henni. En ef leiðbeinandinn kemur frá viðskiptafræðideild þá útskrifast nemandinn frá henni. Og nemendur verða að kynna sér sérreglur viðkomandi deildar varðandi meistararitgerð, skiladag, umfang og þess háttar. Reglur þverfaglegt meistaranám í skattarétti tengjast báðum deildum og því ber að veita ekki athygli á því að þegar kemur að prófum, þar sem þetta eru tvær deildir, þá geta próf, þegar að vera að raða próftöflum, þá getur nemendur lent í því að þurfa að taka 2 próf á sama degi. Atvinnutækifærin eru fjölbreytt að loknu námi. Meistaranám í skattarétti miðar að því að veita fræðilega sérmenntun á sviðum sem snerta skattamál og reikningsskil og búa nemendur að sinna krefjandi og flóknum störfum á þessum tveimur sviðum. Viðskiptafræði og lögfræði eru í sífellt auknum mæli að samtvinnast í lagasetningu sem og í atvinnulífi. Þakka ykkur fyrir.